Ægari, góður leikur á móti Haukum í kvöld, hvernig líður eftir þetta? Bara mjög vel, Haukarnir eru mjög gott lið, vel spilandi, vel þjálfaðir. Þú veist, það er bara mjög erfitt að mæta, þeir eru þeir teygja mjög vel á vellinum, góður að staðsetja sig af bolta, góður að hreyfa boltan. Þannig að mér líður bara mjög vel á að vinna þetta góða lið. Þið neldu þarna 5 þrista í röð á móti ykkur en þið enduðu á því að ná leiknum aftur upp á móti. Hvernig fóruð það að því? Við svona löguðum ákveðna hluti í vörninni, bara svona, hvað getur það, smá svona samskipta örðuleika sem við náðum að hreinsa bara mjög vel upp og það var, strákarnir eru náttúrulega svo reyndir, við bara rættum þetta í hálfleik og rættum hvernig við þurftum að laga það. Þetta er náttúrulega, við vorum svolítið að opnast þarna þegar við vorum að hreyfa boltan yfir á veikur hliðina hratt og köttaði í gegn. Og það bara gerði það vel, Haukarnir, og settu svo skotið sem þeir fengu ofan í, sem er líka vel gert hérna. En svo lögum við þetta og vorum nær þeim og vorum bara það var mjög hár einbeitingarstuð á liðinu í seinni hálfleik fannst mér og mikið svona, það var mikill andi fannst mér. Nú hafið þið spilað á móti Haukunum bæði undir Mati og undir Frikka. Hver er svona helsti munurinn sem þið finnið? Það er erfitt að segja það, þú veist, það er líka, ég meina, nýju leikmenn og svona, þannig að, þú veist, Fer Plankin var ekki með fyrir leiknum, Tyson Jolly var það og Steve Oyufast var það ekki, Jason Parson. Þannig að, þú veist, þetta eru bara 2 ólíkir stílar, 2 flottir þjálfarar og sem ég ber mikla virðingum fyrir báðum. Mati náttúrulega bara fýtt félagi og gaman að hringja í hann og ræða körfubolta. Og Friðrik Ingi er, þú veist, bara góðsögn í þjálfun, þannig að þetta er bara ólík lið og það sem þó finnst mér samþætt með liðunum sem mér finnst það einkennt á í allan vel, þeir gífast einhvern veginn aldrei við. Þeir eru eins og, þú veist, móti Þór í síðasta leik, þá voru þeir lendir einhverjum 15-17 stigum undir og ná að búa til leik og komast yfir alltaf undir lokin og þeir eru bara, það er eins og þeir viti aldrei hvernig staðan sem er erfitt að eiga við, það er ekkert að pæla í einhvern veginn töflunni. Svo bara þeir að skjóta mjög vel, þannig að þetta er bara eins og segja, þetta er bara mjög ólík lið, þú veist, ólíkir leikmannahópar, þannig að það er svo sem ekki þetta að bera það saman frekar en það. Frábært, þakka þér fyrir.